En þá ætlum við að fara niður í stjórnarráð. Þar eru þau forsætis- og fjármálaráðherra að koma út. Já, við erum hér með forsætisráðherra og fjármálaráðherra. Þessi niðurstaða hlýtur að vera gríðarleg vonbrigði fyrir ykkur. Já, hún vonbrigði. Ég bjóst við því að forseti myndi staðfesta lögin. En nú það bara gengið til þess að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og undirbúa hana og við erum að hitta þingflokkana hérna eftir smá stund til að fara yfir þessa stöðu. Hafið þið heyrt eitthvað í Bretum og Hollendingum? Nei, en við verðum sjálfsagt í einhverju sambandi við þá, menn þurfa nú einhver tíma til að melta þessa niðurstöðu. Þetta auðvitað ekki í samræmi við það sem við höfum gengið út frá og reiknað með. Það var lagt upp í þennan leiðangur með það í huga að ná sem breiðastri pólitískri samstöðu þannig að við gætum síðan klárað málin þá fljótt og vel ef að semdist. Þannig var lagt af stað í janúar 2010. Þannig að þessi niðurstaða setur það auðvitað í uppnám en hún komin og endanleg og við horfumst í augu við hana og þá fara fram kosningar eins fljótt og mögulegt að því tilskildu auðvitað að tilboði verði áfram á borðinu. Stendur til að rjúfa þing? Nei, það ekkert slíkt á dagskrá enda ekki ábætandi, bætum ekki einni óviss ofan á aðra. Það sem ég vil segja öðru leyti það að ég fyrst og fremst undrandi. Mér liggur við að segja ég sé forundrandi og ég það sem þingmaður á Alþingi Íslendinga í tæp 28 ár og ég að hugsa þingræðið á Íslandi og stjórnskipunin og hvert við erum að stefna í þessum efnum en það þingsins að takast á við það og þess vegna eðlilegt fyrsta skref að þingflokkar komi saman. Það verður náttúrulega að hafa í huga í þessu að það var aukin meirihluti á Alþingi sem að staðfesta og samþykkti þetta frumvarp og það þess vegna sem þetta kemur mjög á óvart að þegar svona aukin meirihluti að forsetinn skuli ekki samþykkja þetta er mjög óvanlegt en við bara tökum því en það sem líka svolítið sérkennilegt við þetta það eru allir flokkar sem koma að þessum samningi sem var núna afgreiddur á Alþingi og mér finnst forsetinn horfa of lítið til þess og það verið að taka þetta verulega áhættu núna með því að setja málið í þjóðaratkvæðagreiðslu vegna þess að ég hef ekki nokkra trú á því að Bretar eða Hollendingar sé tilbúnir að setjast aftur á samningaborðinu og það var líka mat Lee Buchheitz að það væri lítil von til þess og hann sagði líka að það væri tekin verulega áhætta með því að máli færi til dómstólana og orðaða þannig að það geti leitt til skelfilegra niðurstöðu. Þannig að forsetinn auðvitað að taka þarna verulega áhættu. Farið þið þá ekki bara í það núna að tala fyrir þessum samningi og kynna hann almennilega fyrir fólki? Jú, sjálfsögðu, en það hafa nú eiginlega allir sem að því hafa komið, hafa mælt með honum. Ég held að hafi engin umsögn komið til fjárlaganefndar þar sem var lagst gegn samningnum og yfirgnæfandi meirihluta hafa viðmælendur fjármálanefndar og fjárlaganefndar Alþingis mælt með því að málið yrði klárað á grundvelli þessa samkomulags. Það eru allir sammála að þetta sé úrslita tilraun til að ljúka þessu máli með samkomulagsleiðinni og við skulum vona að hún sé enn í boði og þau sund lokist ekki en það þá háð því að tilboði verði áfram á borðinu og að lögin hafi haldi framtíðar gildi þannig að hægt sé að gera þetta að samningsniðurstöðu. Stengurum nú þetta í þriðja sinn sem að Icesave lög eru samþykkt frá Alþingi. Forseti hefur einu sinni undirritað með fyrirvara, tvisvar sent í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta allt saman frumvörp sem þú hefur lagt fram. Hver þín ábyrgð í þessu og hvernig hefstu axla hana? Mín ábyrgð sú að í samræmi við markaða stefnu Alþingis allt frá haustinu 2008 þá höfum við verið að reyna að leysa þetta mál með samkomulagi. Því það var niðurstaðan þá, bæði íslenskra stjórnvalda og Alþingis að skásti kosturinn í þessu máli væri að reyna að leysa það með samningum og það höfum við verið að reyna síðan og enn erum við stödd þar sem við erum. Þannig að auðvitað mætti segja að forsetinn hafi á sinn hátt tekið við þessu máli, þetta sé orðið að máli forsetans. En við væntanlega klárum þessa tilraun til að ljúka þessu máli með samningum og getum svo væntanlega ekki gert meir. En þín staða hlýtur að vera veikari fyrir vikið? Ég alveg ófeiminn við að leggja mitt framlag fram og rökstyðja það. Mér hefur ekkert gengið til allan tíman en að reyna að leysa þetta vandræða mál eins og ótal mörg önnur sem við höfum fengið í fangið eftir hrunið. Þetta mál ekkert öðruvísi í eðli sínu en mjög margt annað vond sem hér hefur gerst. Og við þurfum að vinna okkur í gegnum það og klára það. Og áhyggjur mínar núna snúa fyrst og fremst að því hvaða tafir kunni að fylgja þessu og hvaða óvissu þetta kunni að skapa stöðu okkar út á við og samskipti við aðra og kannski svo stóra spurning
hvernig umheimurinn fer að líta á það hvort að Ísland og íslensk stjórnvöld yfir höfuð ráði við að klára erfið mál. Það kannski að verða svona álitnasta spurningin sem ég gerir nú ráð fyrir að við þurfum að svara gagnvart umheiminum. En við skulum bara taka þessu með ró og jafnaðar geði, það þýðir ekkert að fara hjörun. Svona þetta og við snúum okkur þá að því sem gera þarf að undirbúa kosninguna og halda upp í málflutningi í þeim efnum og það kannski ekki óeðlilegt að sérfræðingarnir sjálfir og samninganefndin komi þar við sögu. Þetta sé líka gott bara að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram sem allra fyrst og vonandi getur það farið á fram kannski eftir mánuð og þá mun örugglega verða hugleitt líka hvort eigi ekki að taka stjórnlagaþingið líka með í þjóðaratkvæðagreiðslu en ég ítreka það sérstök nefnd að skoða þá, ég ætla ekki að taka fram fyrir hendurnar á henni en mér finnst einboðið að hún að minnsta kosti hugleiði það. Já, einmitt nú stendur til að breyta stjórnarskránni. Þetta útspil forseta núna, ef svo má kalla, setur þetta hans stöðu, hvernig metur hans stöðu eftir þetta og áttu vona því að því verði breytt í stjórnarskránni? Ég hef ekki hugmynd það. Í stjórnarskránni, ef að stjórnlagaþing kemur saman að þá allt undir, líka forsetaembættið og ég gerir ráð fyrir að það verði líka hugað því eins og öðru að breyta því. En hvernig, þetta í annað sinn sem hann neitar að skrifa undir lög frá ykkur, eru ríkisstjórn stjórntæk þegar svo komið? Já, auðvitað eru þau það, en þetta auðvitað mikil umhugsun hvernig forsetinn beitir þessu valdi. Það þingrað í landinu og það aukin meirihluti sem staðfestir þetta frumvarp og þess vegna kemur það sannarlega óvart hvernig forsetinn tekur á þessu máli en þetta var hans niðurstaða og hans ákvörðun og við virðum hana og förum í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Takk ykkur kærlega fyrir þetta Steingrímur og Jóhanna. Já, Jóhanna sagði að það ætti að fara að kjósa sem fyrst þjóðaratkvæðagreiðslan ætti að fara fram eftir svona mánuð þegar vísu áhyggjur af stöðinni þangað til og það voru ekki búin að heyra frá Bretum og Hollendingum en við fylgjumst betur með þessu og segjum nánar frá þessu í fréttum í kvöld. Takk fyrir það, Lára. Hingað í myndverðir Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins kominn. Bjarni, hvernig metur þú stöðuna sem komin upp núna? Já, ertu að meina stöðu ríkisstjórnarinnar eða? Stöðu ríkisstjórnarinnar, stöðu forsetans, til dæmis náttúrulega þú og þingmenn Sjálfstæðisflokksins, þið greiddið atkvæði með því að það yrði þjóðaratkvæðagreiðsla, þannig að þetta hlýtur þannig séð að vera fagnaðarefni fyrir ykkur. Jú, ég fagna því að þjóðin fái að eiga síðasta orðið þetta, það var okkar skoðun í þinginu og ég reyndar þeirra skoðunar að sú ákvörðun hefði átt að vera tekin af Alþingi, að færa máli til þjóðarinnar til þess að hún ætti síðasta orðið þá niðurstöðu sem að fengist í þetta mál. En að það ákvörðunarvald lægi ekki hjá einu manni. Við vitum það öll að við erum komin inn á alveg nýjar slóðir í beitingu 27. grein stjórnarskrárinnar og hér þetta verið að skrifa nýja kafla í framkvæmd stjórnskipunar með þessari ákvörðun og þar eru tínd til ýmis rök sem að svona í lögfræðinni eru kannski ekkit alltaf upp á borðum en eru svona matskennd fyrir forsetann og hann teflir þeim fram núna og tínir þau til kemst að þessari niðurstöðu. Hvað sérstaklega sem þú ert að vísa til þar? Já, ég er að vísa til þess hvernig atkvæðagreiðslan fer í þinginu, hvernig skoðanakannanir hljóma, hversu margir hafa sent honum áskorun og svona. Allt þetta viðmið sem að forsetinn að nota núna og er byggja í sjálfu sér ekki á neinum sérstökum lögskýringargögnum frá því að 27. greinin var sett. Þess vegna segi ég að hér verið að farin á nýjar slóðir í stjórnskipuninni. Það eina sem ég vil segja það almennt það að við verðum að setja mun skýrari ramma það hvers konar mál og hvenar þau eiga að fara til þjóðarinnar í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það getur ekki verið og mér finnst það fullkomlega óeðlilegt til lengri tíma litið að það sé allt í valdi eins manns. En burt sér frá því að þá var það okkar skoðun að málið ætti heima hjá þjóðinni vegna þess hvernig það hafði verið meðhöndlað á fyrri stigum og þess vegna fagnaði því einfallega. Þetta er mál ríkisstjórnarinnar, það eru ríkisstjórnarflokkarnir sem að leggja þingmálið fram á Alþingi og það er rétt sem þú segir að
að ég komst að þeirri niðurstöðu og meirihluti míns þingflokks að það var rétt að ljúka deilunni með þessum hætti. Nú gengur mál til þjóðarinnar og þá mikilvægt að allir hafi tækifæri til þess að taka þar mjög vel upplýsta ákvörðun. Munt þú beita þér í þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu? Ég gerum ekki ráð fyrir því að ég sem formaður flokks sem ekki átti beina aðild að þingmálinu fari að beita mér sérstaklega, en ég mun áfram halda á lofti því sjónarmiði mínu að það sé best að ljúka deilunni svona. Það veit í sjálfu sér enginn hvernig úr spilast ef að málið verður fellt. Mér finnst svona almennt með þjóðaratkvæðagreiðslur, ég tala nú ekki mál eins og þetta þar sem verið að fjalla það hvort að menn eru tilbúnir að taka á sig skuldbindingar og ákveðin óvissa ríkir það hvað gerist ef það verður ekki, að þá nú ekki ólíklegt að margir muni í atkvæðagreiðslunni láta atkvæðið sitt ráðast af tilfinningum og þess vegna svo mikilvægt að það takist vel til við að kynna málið. Það hefur tekið okkur í þinginu langan tíma að komast til botns í málinu og skoða alla fleti þess og það verður heilmikið mál fyrir kjósendur að fá fulla yfirsýn yfir alla þætti málsins sem að skipta máli þegar ákvörðun tekin. Þú sagðir að þetta veri mál ríkisstjórnarinnar. Hvernig metur þú stöðu hennar eftir að forsetinn hefur tekið þessu ákvörðun? Mér finnst staða ríkisstjórnarinnar afar veik, ekki bara út af þessu máli, heldur vegna þess að hún hefur ekki haft þjóðina með sér í sínum verkum í langan tíma. Það hljóta að teljast ótrúlega tíðindi í sjálfu sér að stjórnin skyldi hafa setið áfram eftir fyrri þjóðaratkvæðagreiðsluna þar sem að nær allir greiddu atkvæði gegn ríkisstjórninni. En ríkisstjórnin beitti sér ekkert í þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu? Nei, en forsætisráðherra kaus ekki einu sinni sjálfur ef ég man rétt. Nei, sem ótrúlegt. Sem alveg ótrúlegt. Þannig að ríkisstjórnin var ekkert að leggja undir þar en í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu náttúrulega allt undir. Já, hún sá að ríkisstjórnin sá í þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu að hún var með tapað spil, algjörlega tapað spil og það var svo augljóst og þess vegna voru viðbrögðin þessi sem við þekkjum að það var hvatt til þess að hundsa atkvæðagreiðsluna og svo framvegis. Nú stöndum við einfaldlega frammi fyrir því hvort að þjóðin tilbúin að ljúka málinu á grundvelli þessa samkomulags sem ég hef metið ásættanlegt nú eða fella samkomulagið og þá geri ég ráð fyrir því, það ekki hægt að gera ráð fyrir neinu öðru en að máli verði áfram í ágreiningi og þá með einum eða öðrum hætti líklegt að það rati fyrir úrskurðaraðila, fyrst eftirlitsstofnun EFTA sem mun komast að niðurstöðu fyrir sitt leyti, það getur síðan farið fyrir EFTA-dómstólinn, dómar hans ekki aðfararhæfir hér á landi en menn geta reist kröfur gegn íslenskum stjórnvöldum á grundvelli þeirrar niðurstöðu. Sem þá kemur fyrir íslenska dómstóla? Já, sem þá yrði mögulega mál höfðað hér heima. Allt mun þetta taka talsvert langan tíma. Í millitíðinni mun margt skýrast með þrotabú Landsbankans sem kann að hafa mikil áhrif og reyndar það þannig að þegar þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram, væntanlega eftir það bil mánuð, að þá ekki nema nokkrar vikur þar til að falla dómar sem geta haft talsverð áhrif, reyndar fyrst og fremst til þess að bæta stöðuna eingöngu, en það dálítið einkennileg staða uppi hvað það snertir. Bjarni Benediktsson, takk fyrir að koma hingað til okkar í Myndverið.